All right. Heyrðu, ókei. Gaman að koma og vera hérna með ykkur í dag. Ég heiti Brynja María og starfa í regluvörslu Landsbankans og hefur mikið verið að halda fyrirlestra í tengslu við svona netöryggi. Og ég tek alltaf svona fram að ég er ekki mætt hérna til að hræða fólk, heldur er ég mætt svona til að upplýsa það svona hvernig er best fyrir okkur að hafa okkur í þessum netheimum og bara hvaða leikreglur við getum sett okkur þegar við erum að versla á netinu, þegar við erum að fá tölvupósta og SMS og þegar við erum að fá símhringingar og annað. Og þeir eru nefnilega svikarapparnir eru að beita hinum ýmsu brögðum og ég get alveg sagt ykkur það að núna síðustu misseri, bara síðustu dagar, þessi vika og síðustu vikur, þá hefur verið svakalega mikið að gera hjá okkur. Og bara núna í morgun erum við búin að vera að berjast við netárás á einstaklinga í tengslum við tölvupóstaárás sem ég ætla að segja ykkur betur frá á eftir. En svona aðeins til að byrja að þá gef ég líka bara orðið frjálst og það öllum er frjálst að spyrja bara meðan að fræðslunni stendur og og því meiri spurningar sem eru því meiri lifandi og skemmtilegt verður fræðslan. En aðeins til að koma okkur í gang að þá er það nú bara þannig að það er staðfest að netglæpum og netsvikum hefur fjölgað alveg gríðarlega mikið og það var viðtal við lögregluna og frétt þar sem að lögreglan staðfestir það að málafjöldin hefur tvöfaldast á milli ára og að svakalega miklu fjármunir hafi farið út nú þegar. Og við getum alveg staðfest það að málafjöldin hefur fjölgað og núna bara í apríl á þessu ári að þá vorum við komið í mikinn málafjölda hjá okkur á allt árið 2024. Þannig að það er alveg staðfest og þetta eru alls konar mál. Við náttúrulega erum að sjálfsögðu farin að skrá miklu meira og erum farin að halda meira utan hvað er í gangi til þess að við getum líka lært hvað svikararnir eru að gera. En það er alveg bara þannig að þetta er að tapast miklir fjármunir og við erum að reyna að hlaupa mjög hratt til þess að koma í veg fyrir að fólk tapi peningunum sínum og þá er náttúrulega lykilhlutverk því þessi fræðsla að fólk sé upplýst það hvaða svikaaðferðir eru í gangi. Og ég segi líka bara alltaf með það að það er svo gott fyrir okkur að vita hvað svikaaðferðir eru í gangi, bæði fyrir okkur sjálf og líka fyrir fólki sem er nálægt okkur. Ég segi upprétta hend. Þú ert á mute. Þetta gengur vel hjá mér. Heyrðu mig núna? Já, ég heyri. Ok. Þegar þú segir mikið af peningum farið út, ertu þá að tala peningar sem hafa verið sviknir af einstaklingum? Já. Og eru bara farnir út af þeirra einkareikningum? Já. Og þetta geta verið bara fólk sem hefur fallið fyrir þessum aðferðum sem svikararnir eru að beita og það hafa farið peningar af kortunum þeirra eða þá það eru innbrot í netbankanum þar sem að svikararnir brjótast inn í netbankan og stela peningum af fólki. Það er nú bara þannig. En aðeins til þess að fara í gegnum aðferðirnar að í þessum svikum þá eru þetta akkurat einmitt þannig að það sé verið að reyna að veiða kortanúmer fólks til þess að reyna að taka færslur á korti en það er einnig verið að blekkja fólk til þess að samþykkja rafrænar auðkenningar til þess að hleypa svikaranum inn í netbanka viðkomandi. Og þá þurfum við gott að vita það að ef við lendum í því að hleypa svikara inn hjá okkur, að þá er það alltaf fyrsta sem við gerum að hringja í viðskiptabankann okkar, að því viðskiptabankinn er sá sem að læsir og lokar og ef það hafi farið fjármunir út, að þá skiptir gríðarlega miklu máli að hafa hraðar hendur til að reyna endurheimta þeim fjármunum. Og þess vegna er svo mikilvægt í þessum öllum, og ég á örugglega eftir að segja þetta aftur og aftur í gegnum fræðsluna, að þegar við fáum auðkenningar í síman okkar í rafrænu skilríkjum að lesa alltaf textan sem að kemur upp. Ein lykilregla sem ég hef alltaf sett mér að þegar ég fæ tölvupóst eða SMS eða skilaboð í gegnum Messenger, ég smelli aldrei á hlekk frá neinum. Af því að ef að til dæmis bankinn minn eða flutningsfyrirtæki eða skatturinn eða einhver að senda mig tölvupósta, að þá fer ég aldrei á gegnum hlekk í tölvupósti, heldur fer ég inn á heimasíðu viðkomandi. Ég fer inn á skattur.is og skrái mig þar með öruggum hætti eða þá eins og með bankinn minn. Bankinn minn sendir mér aldrei hlekk til þess að skrá mig inn í gegnum þriðja aðila, heldur fer ég alltaf inn á vefsíðu bankans, landsbankin.is eða inn í bankaappið í símtækinu mínu.
En aðeins þessar helstu aðferðir sem að svikararnir að nota í dag, að þá það eru margir sem halda að maður sé að fara að segja eitthvað nýtt, en þetta eru yfirleitt alltaf þessar sömu aðferðir sem við þekkjum í dag. Við erum að sjá þessi messenger svik, þar sem að vera að spyrja hvað númerið þitt, þar sem við fáum skilaboð frá einhverju sem við þekkjum, sem að getur verið fjölskyldumeðlimur, náin frænka, fyrrverandi skólafélagi eða vinur, og það verið að spyrja hvað símanúmerið þitt, þú hefur unnið í leik. Síðan það tölvupóstarnir og SMS frá hinum ýmsu fyrirtækjum, þar sem að vera að blekkja mann til þess að smella á hlekki og veiða frá okkur kortanúmer eða jafnvel innbrot í netbankan. Síðan þeir náttúrulega orðnir það ósvífnir, þeir bara að hringja í okkur líka, og síðan þeir þessi fjárfestingasvik. Og svo fer ég líka svolítið inn á verslunina á netinu og ástarsvikin líka seinna á eftir. En aðeins svona hvernig þessi svik líta út. Þetta þessi messenger svik, og yfirleitt þegar ég með svona opinn sal og að tala við fólk og ég segi, hafi ekki allir séð þetta, og þá sé ég alltaf marga kolla vera að kinka. Ég sé upprétta hend núna, ég reyna að fylgjast með. Já, sorry, það ég aftur. Ég frétti einhvern tímann að einn svona nýtegund svik að sé að þeir geta látið að líta út fyrir að sé einhver sem að þekkir sem að að hringja, eða maður ósvara símtali eða eitthvað svoleiðis. Er það rétt? Akkurat, sko. Þeir að nýta tækni sem við köllum svona spoofing. Það sem að þeir að nýta tækni sem að blekkja símkerfið, að það lítur út fyrir að sem sagt íslenskt símanúmer sé að hringja. Og eigandi símanúmersins hefur í rauninni ekki upplýsingar það hver, að veit ekki af því að það sé verið að nota símanúmerið hans í blekkingu. Og ég einmitt með alveg bara með sérstakan kafla það á eftir, þar sem við ætlum að fara hvernig það virkar. En eins og með messengersvikin, að þá það að virka þannig, og mjög margir hafa séð svona, og ég get sagt ykkur, ég sjálf fekk núna einn svona skilaboð í vikunni, að þá var það aðili sem var skólafélagi minn, sem að ég fekk skilaboð frá honum, og ég hef aldrei ekki talað við hann sem við vorum í skóla, bara hvað símanúmerið þitt, og svo kemur þú vannst í leik. Og fólk þegar kemur alltaf þessi hvati, ef ég vann í leik, það bara hvað ég að gera til að fá peningana í leiknum. Það eins og fólk fái bara sér til að gera hvað sem Og þá fer þessi blekkingaleikur í gang, bara hvaða bankanotaru, þú vannst þetta, og það sem að þeir að gera að þeir að finna út í hvaða banka þú til þess að geta fengið þig, til þess að skráði þig inn í netbankan þinn án þess að þú vitir það. Þannig að þeir senda þér auðkenningu í símann þinn, en þeir í raunverulega inn í banka-appinu, og þeir fá þig til þess að samþykkja kóðan til þess að þú hleypir þeim inn í netbankan. En eins og við sjáum í þessum skilaboðum, að þá verið að blekkja í rauninni kortanúmer upp frá viðkomandi, og þegar að vera að renna 2 grímur á þennan aðila, að þá senda þeir hljóðskilaboð. Það sem vera með rödd viðkomandi sem þeir hafa hugsanlega nýtt í gervigreindinni til að búa til skilaboð. En ég hef líka séð aðferðir, og svo bara núna síðast í gær, þar sem þeir hafa stolið þá í rauninni mynd af samfélagsmiðli viðkomandi til að sanna að þetta sé, til þess að sannfæra viðkomandi meira að hann sé að tala við réttan aðila. Og bara hér í Landsbankanum á þessu ári höfum við verið með skráð 110 mál á þessu ári, og við höfum endurheimt og bjargað yfir 100 milljónir bara í svikum sem að tengjast messenger svikum. Og þegar ég að tala að bjarga, að þá erum við að tala það að það hefur verið brotist inn í netbanka viðkomandi, og það hefur verið millifærðar af reikningi viðkomandi. En við það sem að bankin gerir að við erum auðvitað með öryggiskerfi sem að reynir að koma í veg fyrir það að svikarinn komist inn, en það getur verið erfitt fyrir okkur að loka á svikarann þegar einstaklingar samþykkja auðkenningu í rafrænu skilríkjum. En þá erum við líka með varnir í greiðslulausnunum okkar, og okkur hefur tekist að bjarga með því að stoppa í vörnunum í greiðslulausnunum yfir 100 milljónir bara þessu ári sem við höfum getað skilað inn á reikninga viðskiptavina. En því miður ekki 100% sem okkur tekst að bjarga, og það ótrúlega erfitt. Og þess vegna bara svo mikilvægt fyrir okkur að þekkja þessa aðferð, og það gott að bara lykilreglan í því að þú vinnur í leik, þá þarftu aldrei að gefa upp kortanúmerið þitt eða samþykkja einhvers konar auðkenningar til að fá vinningi til þín. Það nefnilega algjör lykilregla. En svo það vefviðarnar, tölvupóstarnir og SMS-in. Og hér svona myndir af því sem að við höfum verið að tækla undanfarin misseri,
Og þá er helst að nefna náttúrulega að netverslunardagarnir hafa verið núna síðasta mánuði, þar sem að við höfum verið að panta mikið á netinu og þá fara þeir auðvitað að nýta það að senda svika skilaboð í nafni flutningsfyrirtækja, þar sem að þeir eru að blekkja okkur til þess að smella á hlekki SMS-um. Núna undanfarna daga höfum við líka verið að díla við það að það séu svikapóstar í nafni Skattsins og það sáum við núna fyrst í byrjun ársins og þetta er mjög góðir póstar sem þeir eru að senda þar sem að þeir eru að blekkja okkur til að smella á hlekkin, til þess að opna þjónustuvefinn og þá höldum við að við séum að skrá okkur inn hjá Skattinum. En í raun og veru er svikarinn að senda okkur auðkenningu í síman okkar til að komast inn í netbankan okkar. Og aðal vandamálið sem að við höfum verið að sjá þegar fólk er að falla fyrir þessum svikum er að það lesi ekki auðkenningarnar sem koma í rafrænu skilríkjunum. Af því að í þeim stendur þú ert að samþykkja innskráningu í netbanka Landsbankans eða þú ert að samþykkja greiðslu á þennan viðtakanda fyrir þessa fjárhæð. Og það er sem að fólk hefur verið að falla fyrir og af því að það er ekki að lesa auðkenningarnar sem koma. En svo eru líka margir sem hafa þá smellt á hlekkin, gefið upp kortanúmerið sitt en hætta svo þegar auðkenningarnar koma því þeir sjá að fjárhæðirnar eða gjaldmiðillinn stemmir ekki. Og í þeim tilvikum þá er ótrúlega mikilvægt að hafa samband strax við bankann sinn af því að þá er kortanúmerið komið í hendur svikarans og þá viljum við loka kortinu og opna nýtt kort. Svo líka hafa verið að nýta raforkufyrirtækin og núna í ágúst sáum við skilaboð í nafni raforkufyrirtækjanna þar sem verið að fá fólk til að smella á hlekkin og gefa upp kortanúmerið sitt og svo núna erum við að sjá spretta upp alls konar svona leiki eða gjafapakka á Facebook þar sem að fólk hefur verið að falla fyrir því að annarkvort að vera að kaupa á góðu verði eða þá að það er búið að útbúa þennan fyrsta ás barnapakka sem er raunverulegur gjafaleikur er raunveruleg gjöf sem að Bónus er að gera en það er búið að búa til í rauninni falska svika síðu á bak við þetta og það sem að þeir eru að gera er þá að veiða kortanúmerið þitt og fá þig til þess að samþykkja greiðslu eða annað sem þú heldur á sért að fá en þá segi ég aftur að lykilatriði líka ef þú ert að fá eitthvað gefins eða ert að fá vinning að það þarf aldrei að gefa kortanúmerið sitt og í þessu tilviki þegar þessi leikir með hagkaupa Bónus komu upp að þá þurftum við að hringja í 80 korthafa af því að þá hefðu þeir tekið þátt í þessum leikjum og voru, hefðu gefið kortanúmerið sitt til svikarans. Hér er ég til dæmis með sjóðheitan svikapóst sem var bara að berast í morgun til hópa einstaklinga og hér erum við að sjá bara tölvupóst sem að lítur út fyrir að vera frá Skattinum en þegar við horfum á netfangið sem að póstunum kemur frá að þá náttúrulega sjáum við það að Skatturinn er alls ekki að senda okkur tölvupóst og þá segi ég aftur þessi lykilregla sem að ég hef sett mér og hvet aðra til að gera líka að í þessum hlekk sem að fylgir hérna í póstunum að ég myndi aldrei smetla á hann. Ég myndi alltaf fara bara inn á skatturinn.is, vefsíðuna þar, skrá mig þar inn með öruggum hætti og kanna hvort að það býði mín einhvers konar skil. Má ég spyrja eitt enn? Endilega. Fyrir óþolandi, en er fólk almennt ekki meðvitað þetta að lesa netföng þess sem senda? Mér finnst það vera svona það fyrsta sem ég heyrði svona Já, að lesa netföngin. Já, það getur bara verið allur gangur á því. Og það getur verið bara, það er eiginlega oftast þannig, að því oftast er blekkingaleikurinn þannig líka af því að það stendur þarna from skatturinn.is að fólk les bara þann og það er svo lína sem að birtist í þegar þú færir tölvupóstinn að þá sérðu í rauninni ekki einu sinni netfangið. Og við höfum svona verið að skoða líka að þú veist, ef þú ert til dæmis að skoða tölvupóstinn í farsímaleiðinum að þá líka er erfiðar að sjá netfangið. Og ég veit að þegar ég skoða Gmailið mitt að þá þarf ég alltaf að smella sérstaklega til að sjá netfangið sem að tölvupóstinn er að koma frá. Og þannig maður þarf að fara þessa auka leið og skoða það. En þetta er svona lykilatriði og til dæmis eins og bara í þessum ákveðna svikapósti að ef maður hefði smellt á hlekkin að þá er þetta síðan sem að birtist og þarna eru svikarnir ekki að reyna að giska í hvaða banka þú ert, heldur biðja þeir þig að velja bankaðinn og þú heldur að þú sérst að skráði með öruggum hætti inn á bankan en í raun og veru er svikarinn í svikatækinu inn í raunverulega bankaappinu að senda þér auðkenningu. Og síðan fær þú kannski einhvers konar villuskilaboð eða þá að þeir leiða þig áfram inn á fleiri falskar síður til að blekkja frá þér fleiri auðkenningar til þess að samþykkja jafnvel greiðslur líka. Þannig að
þeir eru farnir að gera ótrúlega góða síður sem að líta út fyrir að vera raunverulegar með vörumerkin sem við þekkjum. Og en þá segi ég aftur, bankinn þinn myndi aldrei biðja þig að skrá þig inn á síðuna hjá bankanum í gegnum hlekk frá þriðja aðila, heldur áttu alltaf að fara beint inn í bankaappið þitt eða inn á vefsíðu bankans til að skrá þig inn með öruggum hætti. Það svona lykilregla. Síðan daginn að þá voru auglýsingar þar sem að Kári Stefánsson var að auglýsa hérna einhver agalega góð vítamín sem að voru svo agalega hreinsandi fyrir æðakerfið og þú myndi verða losna við allan háþrýsting og annað. Ef maður smelti á hlekkinn sem fylgdi þessari auglýsingu að þá datt fólkinn á heimasíðu Stjórnarráðs Íslands. Og það náttúrulega passar alveg það að Kári Stefánsson sé að selja vítamíni í Stjórnarráði Íslands sem náttúrulega meikar engan sens og þegar maður skoðar líka adressuna sem að fylgir síðunni Body Sense Info að þá held ég að ef maður beitir góðri skynsemi að þá ætti það náttúrulega aldrei að vera heimasíða sem væri í nafni Stjórnarráðs Íslands. Þannig að fólk verður að vera svona svolítið hugsa hvað getur verið raunverulegt og hvað getur ekki bara með því að beita svona heilbrigðri skynsemi. Og ég get alveg sagt ykkur frá því að þegar að þessi auglýsing var í gangi að þá þurftum við að hringja í 200 korthafa sem voru að reyna að kaupa vítamín á honum Kára Stefánssoni. Og í þeim tilvikum að þá þurfum við að loka kortum viðskiptavina og í rauninni fá það til að opna nýtt því að það farið kortanúmer í hendur svikara. Og margir hverjir lentu í því að það var búið að taka af kortanum þeirra líka og það var búið að samþykkja greiðslurnar og af því að greiðslan samþykkt með rafrænu skilríkjum og þá ekki endurheimt á færslunni þannig að þetta þá tapaðir fjármunir. Svoleiðis það nú. En af því að við vorum nú byrjaðar að tala símtalasvikin áðan að þá ég hérna með svolítið góða umræðu með það. Og ég ætla svona að minna á það aftur og það bara frjálst. Ég kann að meta þegar fólk grípur fram fyrir mér og spyr því að þá gerir líflega fræðslu og við lærum miklu meira að því að spyrja. En núna fyrir rúmi ári síðan, eða í september árið 2024, að þá byrjuðu símtalasvikin fyrir alvöru að herja hér á Íslandi. Og bankar á Íslandi eru í samstarfi við aðra banka á Norðurlöndum þar sem við vorum búin að vera að hlusta á lengi aðra banka á Norðurlöndum vera að berjast við þess konar svik. Og við tölum saman og erum svona upplýsum aðra þær aðferðir sem í gangi til þess að við getum lært og hvernig við að bregðast við þessu. En síðan eins og ég sagði í september að þá byrjuðu þessi svikaherferðir að gera. Og þetta átti sér stað þannig að það var verið að hringja símtöl úr íslenskum símanúmerum og þetta var úr símanúmerum einstaklinga sem ekki vita að það sé verið að nota símanúmerið þeirra. Þannig að margir voru að hringja tilbaka og þá var bara algjörlega grunlaus aðili sem svaraði þá hinni línu, ég veit ekki hvað verið að gera. En í þessum símtölum að þá hefur hingað til alltaf verið töluð enska og það sem að svikararnir gera líka, að þeir eru í rauninni búin að kynna sér þann aðila sem að þeir hringi í, þannig að þeir ávarpa hann bara með nafni og þeir segja bara Hello Brynja María, regarding your registration in your wallet með 3 years ago og svo framvegis. Eða þá Hello Brynja María, you have won the Bitcoin lottery. Þannig að þeir í rauninni eru búin að undirbúa sig og þannig að bæði það að hringja úr íslensku númeri og ávarpa þeim með nafni að þá mynda þeir einhvers konar traust. Þær aðferðir sem að við þekkjum hérna sem að þeir hafa verið að nota eru meðal annars að þeir hafa verið að hringja og þykjast vera starfsmenn Microsoft og segja það vírus í tölvunni þinni, ég þarf að láta hreinsa, þú þarft að hleypa mér inn í tölvuna þína. Eða þá að þeir eru að bjóða einhvers konar fjárfestingatækifæri og það aðalega í rafmyntum. Og þá eins og ég sagði áðan að það kannski verið að segja við þig, þú keyptir einhvern tíma rafmynd og þú átt inneign í rafmyndarveski og ég þarf að koma rafmyndunum til þín og þær eru búin að ávaxta sig 400%. Og þá náttúrulega fær fólk alveg hvata fyrir það, bara já, býttu nú veit, ég keypti hérna einhvern tíma rafmynd. Og eitt dæmi þar sem ég átti samtal við viðskiptavininn sem hafði lent í þessu, að hann segir við mig að já, ég keypti nú bara rafmyndir hérna fyrir eitthvað svona 5 eða 6 árum og ég var eiginlega bara viss það að þetta væri kannski bara það tilbaka, en ég keypti fyrir einhverja nokkra þúsund kalla og pældi svo ekkert meira í því. Þannig að ég held að væri bara að láta mig vita að ég gæti tekið þær aftur tilbaka. En það sem svikararnir gerðu að þeir fengu hann til að hlaða niður forritum inn á tækið sitt, þar sem að hann gefur þá svikarunum aðgang með svona yfirtöku forritum
og hliðinu veski, þeir fá hann til þess að skrá sig inn í netbankan þannig að með yfirtökuforritinu sjá þeir þegar hann stimplar inn rafrænu skilríkin sín, svo leggur hann tæki frá sér og með þá í símanum og þegar hann hringir í mig þá segir hann, já veist að ég var bara að horfa á peningana hverfa út af reikningnum mínum en ég var aldrei að losna aldrei við manninn úr símanum og ég sagði, býttu, varstu að tala við mann sem var að stela öllum peningunum þínum og þú bara skelltir ekki á hann. Þú veist, við þurfum að athuga það ef við erum að tala við svikara að þá ber okkur engin skylda að vera kurteis að fyrsta sem maður á að gera að sjálfsögða að skella á og hringja beint í bankann sinn. En í þessu tilviki þá tapaði þessi einstaklingur á milli 10 og 20 milljónir í svona svikum því að hann hélt að hann væri að taka við rafmyntir sem hann hefði keypt fyrir einhverja örfá þúsundkalla fyrir nokkrum árum síðan. Og þarna voru nokkuð dæmi í gangi á nákvæmlega sama tíma á haustmánuðinum í fyrra. Og það var þetta tilvik að fólk hélt að vera að fá rafmyntir tilbaka sem það hefði keypt eða það hefði unnið í Bitcoin lottóinu, rafmyndalottóinu. En síðan voru líka dæmi það að fólk var að gerast svona ákveðnir miðlarar. Að það fengi í rauninni pening fyrir það að lána bankareikningi sinn þar sem að það var að taka á móti greiðslum frá öðrum einstaklingum og færa þeir út í rafmynt og fekk að halda eftir einhverjum ákveðnum fjárhæðum. En í raun og veru voru peningarnir sem voru að koma inn og reikninga fólksins frá fórnarlömbum sömu svikarana sem voru þá að nýta þessa bankareikninga til að koma peningunum út. Og það gátu verið mjög erfið mál að díla við því að fólk hélt þá bara að það væri raunverulegur eigandi peningana sem komu inn á reikningana þeirra. Þannig að það gátu verið mjög erfitt að eiga við það. Síðan við líka þekkta aðferð að þessi svikarar hringja og þykjast vera bankastarfsmenn. Við höfum sem betur fer ekki mikið heyrt af því hér á Íslandi en ég veit örfá dæmi og ég sannfærð það að þetta mun aukast og mun verða hér á Íslandi. Það bara spurning tíma og ég held að það verði bara á næstu misserum að þeir hringi og þykjast vera ég. En það sem að við höfum heyrt að þeir séu að gera að þeir hringja bara og það bara Brynja svikari sem hringir og þykjast vera bankastarfsmaður og hann segir við þig, það búið að brjótast inn á bankareikningin, þú þarft að færa alla peningana þína annað. En ef að ég, Brynja, raunverulega bankastarfsmaður, myndi hringja í þig og segja það búið að brjótast inn á reikningin, ég læsi reikninginum og loka netbankaninum. Ég mun aldrei segja við ykkur að þið að færa peningana einhvers staðar. Af því við fristum alltaf og læsum á meðan við erum að ná utan svikin. Síðan hef ég líka heyrt það að þeir séu að hringja og biðja þau að skráði inn á heimasíðu, inn á netbankan út frá hlekki sem að þeir senda í skilaboðum. En svo hef ég líka heyrt það að þeir séu að hringja og ég var á fundi í fyrravetur þar sem var verið að segja frá dæmi á Norðurlöndunum þar sem að þeir voru að hringja í eldri einstaklinga og segja við þá. Það búið að kortaupplýsingarnar þínar hafa lekið út og komist í hendur svikara. Starfsmaður bankans mun mæta heim til þín og sækja debitkortið þitt og þú þarft að afhenda honum það ásamt PIN-númerinu og þetta var bara fólk að gera. Og þeir sögðu okkur það að þessar árásir væru alveg sérstaklega hugsaðar til eldri einstaklinga. Þannig að og þess vegna, þú veist, og við sjáum það líka hjá okkur að fórnarlömbin í þessum símtalasvikum eru eldri einstaklingar og stór hluti af þeim fórnarlömbum sem hafa verið í þessum svikum. En það sem líka aðalatriði í þessu máli að ég hugsa að í 99% tilvika þegar símtalasvik að ræða að þá hefur einstaklingurinn hlaðið niður þessum yfirtökuforritum á síma eða tölvu og þau yfirtökuforrit sem við þekkjum eru meðal annars Anydesk, TeamViewer, Iperius Remote sem í rauninni raunveruleg forrit sem að fólk hefur verið að nýta sér í alls konar tilgangi. En þegar aðili sem hringir í þig sem þú þekkir ekki neitt og ætlar að aðstoða þig að maður á aldrei að treysta slíkum aðila. Því að þessir aðilar fá þá stjórn á tækinu þínu og sjá allt sem þú gerir í tækinu þínu. Og það sem að við gerum hjá Landsbankanum þegar viðskiptavinir lenda í þess konar svikum að þá segjum við viðskiptavini, við lokum hið snarasta öllu og við opnum ekki netbankan fyrir að viðkomandi búin að hreinsa tækið sitt. Og þegar ég tala að hreinsa þá þýðir það ekki bara að uninstalla þessum forritum eða eyða út forritunum, heldur þarf að strauja tölvuna eða setja factory reset á símann. Það bara hreinsa allt út af tækinu. Því að það sem að svikararnir gera að þeir koma fyrir öðru njósnaforriti
án þess að við vitum af því, þannig að þegar að fólk hefur ekki hreinsað síma sinn, bara eitt út forritum, að þá hefur við séð dæmi um það að svikin lifna við aftur því að þeir fylgjast þá bara með og sjá þá nýja PIN-númeri í rafrænum skilríkjum eða búið að endurnýja þau og geta þá aftur logga sig inn á netbanka viðkomandi. Þannig að það þarf mjög mikið að varast í svona svikum. En að því ég sagði ykkur frá svona heimsóknarsvikum sem að ég heyrði af erlendis frá, að þá hugsaði ég þegar ég heyrði frá þessu í fyrsta skipti, þetta á aldrei eftir að gerast hérna á Íslandi. Við erum hérna bara búum á eyju, út í hafi og þetta mun ekki koma hingað til Íslands. Ég þurfti bara heldur betur að kyngja þessu og núna bara 3. september síðastliðinn birtist frétt á fréttasíðum þar sem að komu upplýsingar það að það hafi aðili farið inn á heimili viðkomandi og millifært umtalsverða fjármuni. Það kom þessi einu tilviki þegar ættingi kom í heimsókn að þá var bara maðurinn heima hjá viðkomandi og það segir viðkomandi, já það einn maður frá Microsoft sem að hjálpa mér að reynsa tölvuna mína og sem að þá náttúrulega hrækti viðkomandi á flótta og lögreglan sagði líka í fréttunum að þarna í þessu tilviki að þá var verið að skotmark þessara svika virtist vera eldra fólk. Þannig að það var verið að biðja fólk að vara sig. En ég fór aðeins að hugsa, þú veist, við þurfum að vita svolítið bara hvernig var þessi atburðarás og hvernig gat þetta gerst. Og ég og vinur minn, ChatGPT, við settum upp sama á dæmisögu. Þetta virkaði þannig að í upphafi svikana að þá kom símtal frá aðila sem sagðist vera frá Microsoft. Hann hringir í eldri einstakling og hann segir, það er vírus í tölvunniðinni, þú þarft að hreinsa vírusin út. Ég ætla að senda mann heim til þín og hann ætlar aðstoða við að hreinsa. Og þá hugsa fólki sem er kannski ekki klárt á tölvu bara geggjuð þjónustu að fá einn mann til að hjálpa með tölvuna. Stuttu seinna mætir maður heim, bankar upp á og segist vera komin til þess að hreinsa tölvuna. Hann kemur inn, sest við tölvuna, hleður niður forritinu Anydesk sem að gefur allan aðgang að tölvunni, fær svo viðkomandi til að skrá sig inn í netbankan þannig að þeir fá þá upplýsingar úr rafrænu skilríkjunum. Það eru millifærðar umtalsverða fjármunir og síðan ekki nóg með það, stela þeir hlutum af heimili viðkomandi og fara síðan út. Það sem í þessu öllu að í upphafi svikana að þá í rauninni erlendur aðili sem að hringir og segist vera frá Microsoft og talar ensku en í þessu tilviki var íslensku maður sem að mætir heim. Og þá förum við að hugsa með okkur að hingað til höfum við í öllum tilvikum verið að sjá erlenda aðila vera að hringja. Og í þessari stóru mynd þarf ekki nema einn Íslending til þess að breyta allri myndinni þannig að svikarnir fara að hringja og tala íslensku líka. Og ég tala nú ekki að ef þeim tekst að þjálfa gervigreindina eða annað til þess að nýta það líka. Og þess vegna er svo mikilvægt að hafa varan á. Og það sem ég segi við fólk að ef það fær símtal frá bankanu sínum og ef þið líður illa í símtalinu og óöruggt það að það haldi jafnvel að það sé eitthvað skrítið í gangi, að þá það eina sem fólk á að gera að skella á og hringja í viðurkennt númer sem á heimasíðu bankans og aðalnúmer bankans og fá það beint sambandi þjónustuvirt af því að þá veistu bara að þú ert að tala við bankan. Og þá náttúrulega líka bara lykilatriði að ég þarf líka að upplýsa starfsfólki hjá okkur í bankanum að við þurfum að líka vanda okkur í samskiptum við viðskiptavini til þess að fólk trúi því að við séum að hringja í það. Því að það ykkur þarna úti, ykkur svikarappar sem að geta verið að hringja og þykjast vera við. Þannig að það í þessu öllu. Ég verð að fá að spyrja aðeins. Ég í hálfgerðu sjokki yfir hvað þetta orðið svona fjölbreytt og hvað þetta fólk hugmyndaríkt. Ég bara í alvöru tala. En hverjir standa á bak við þetta? Vitið þið? Þú veist, hvað vitað það? Sko, við höfum ýmsar upplýsingar hvað á bak við þetta. En þetta eru erlendir glæpahópar sem hafa verið að standa á bak við þetta. Og við höfum ekki séð margar vísbendingar að þetta sé að gerast hér, eða séu skipulagðir glæpahópar hér á Íslandi sem að gera þetta. Ég veit ekki mikið innan íslenska aðila, ég ætla að endurorða það, ég veit ekkert innan íslenska aðila sem var þátttakandi í þessum svikum. En ég búin að búa mér til ýmsar hugmyndir hvaða varð til þess að þessi íslenski maður fór heim til viðkomandi til þess að framkvæma þennan verknað. Það eru 3 eða 4 möguleikar.
Í fyrsta lagi þá hugsanlega var þessi maður fórnarlamb í þessum Microsoft svikum og það var haft samband við hann bara, við erum með alla peningana þína og við erum til í að skila þeim tilbaka ef þú ferð inn á heimili og gerir þetta fyrir viðkomandi. Eða að þetta aðili sem hefur verið að leita sér að vinnu á netinu eða bara verið að leita sér að einhverjum upplýsingum og hann hefur verið fenginn í gegn pening til þess að fara inn á heimili og hlaða niður henni desku framkvæma þennan verkefna. Eða þriðji möguleikinn, sem ég veit ekkert hvað sé rétt, að þessi aðili hafi verið í samskiptum við einhvern á internetinu, sent frá sér óviðeigandi myndir og honum hefur verið hótað að ef þú gerir ekki þennan verknað að þá birtum við myndirnar að því sem við eigum. Þannig, en ég veit ekkert hvað er til í þessu eða neitt, þetta er bara svona eitthvað þegar að forvitna ég er að reyna að svala forvitninni minni að þá er maður svona að reyna að búa sér til eitthvað þegar maður veit ekki nógu mikið. En svo getur að vera eitthvað allt annað. Þannig að það er alls konar til í þessu, get ég sagt ykkur. Skil, en þá verði ég eiginlega að spyrja í framhaldi af því mér finnst þetta svo ótrúlega bíræfið að fara inn á heimili hjá fólki. Er sérstaklega verið að sigta út til dæmis eldra fólk sem á fáa að eða er einangrað eða einmana og þá vitið þið hvernig? Sko, miðað við það að ég hingað til sé þetta erlendi glæpahópar, að þá svona get ég eiginlega ekki mikið ímyndað með það að þeir hafi vitneskju fjölskylduhagi eða tengsl viðkomandi. Þannig að ég þori ekki að vera með neina fullyrðingar hvað það varðar. Þannig að þetta er bara svona veiði í rauninni, almennt. Í rauninni, já, ég myndi trúa því sko og við höfum stundum séð í svona árásum, til dæmis eins og bara vefviði tölvuárásum, að þá, ég man eftir einu tilvikinu að þá voru öll fórnarlömbin byrjuðu á nöfnið þeirra byrjuðu MAR eða SEG og þá virtist eins og þeir hefðu komist yfir eitthvað sko netfangalista með þessum nöfnum og ég held sko, þú veist, það eru til út í þessum svarta heimi, netheimi, þá eru til alls konar upplýsingar og persónuupplýsingar sem hafa lekið frá ýmsum aðilum vegna innbrota eða annað, eða gagnaleika, að þeir hafa fengið upplýsingar bara frá ýmsum stöðum. En við sjáum það alveg að í þessum símtalasvikum að þá eru það yfirleitt eldri einstaklingar sem að falla fyrir þeim. Af því að þeir eru, þú veist, kannski þekkja tæknin ekki nógu vel eða átta sig ekki á því hvað getur verið svikað eða ekki eða annað. Á meðan að kannski við sem að höfum ölust upp í tækniheiminum, að við kannski erum aðeins betur áttaðri á því að vita hvað getur verið raunverulegt og hvað ekki. En svo eru líka bara margir sem eru mjög fróðir og ég hef líka séð bara fórnarlömb bara úr öllum stéttum þjóðfélagsins sem hafa orðið fórnarlömb fjársvika. Þannig að það er ekki bara eldri einstaklingar, heldur er þetta bara allir sem hafa verið að falla. Og við höfum stundum gert greiningar á tegundum svika og á móti svona aldurs, af því það er alltaf þessi orðrómur það að það sé aðalega eldra fólk sem að fellur fyrir netsvikum. En svo þegar við förum að greina gögnin okkar, að þá förum við að sjá það að í tegundum eins og símtalasvikum og fjárfestingasvikum, þar sem að fólk er að tapa gríðarlega stórum fjárhæðum og eru svona hugarblekkingasvik, þá erum við ofta að sjá eldri einstaklinga, en þegar við erum komin í svik eins og SMS og tölvupósta, þá er aldursdreifingin mun meiri. Það er allt frá því að vera ungt fólk upp í það að vera eldri einstaklingar, þá er rauninni messengersvikin, að þá erum við rauninni sko meðan við erum með símtalasvik og fjárfestingasvik yfirleitt svona 65 plus, að þá eru messengersvikin svona aðeins neðar, það eru svona 50-55 plus sem að falla fyrir þeim svikum. Þannig að það er ýmislegt og það sem við gerum að því við náttúrulega skráum öll málin hjá okkur að við greinum gögnin til þess að læra og til þess að líka að setja að, þú veist, vera með góða fræðslu fyrir viðskiptavinnu og upplýsa alla aðila hvaða hættur í gangi. En svo erum við líka eru fjárfestasvikin og þau geta verið ansi erfið og þetta eru yfirleitt auglýsingar á samfélagsmiðlum með andlitum sem að við þekkjum eins og Elon Musk eða Katrín Jakobsdóttir eða Bogi Ágústsson eins og eða Þóra Arnórs eða Ólafur Jóhann sem eru allt andlit sem við þekkjum. Og þarna er verið að nýta þeirra andlit til þess að freista fólks til þess að það haldi að það sé einhver gríðarlega góð tilboð fjárfestingar í fjármálagerningum
og það engin áhætta í þessu, það mikil ávöxtum og þú græðir ógeðslega mikið og þú færð ávöxtunina allt inn á reikninginn helst á morgun. Þetta yfirleitt erum við að sjá fjárfestingar í rafmyntum eða í erlendum hlutabréfum og í þessum málum fólk að tapa alveg gríðarlega háum fjárhæðum. Og ég bara því miður með mörg dæmi þar sem að fólk hefur smellt á þessar auglýsingar og haldi að það sé að fjárfesta því að Katrín Jakobsdóttir hafði gert það líka. Og ég bara með eitt nýlegt dæmi einstakling sem að sá auglýsingu á Facebook með Katrín Jakobsdóttir og viðkomandi fer og smellir á þessa auglýsingu og setur inn upplýsingar, fær svo í framhaldinu símtal frá svikara sem að blekkir viðkomandi í því að fjárfesta í þessum rafmyndum sem að í gangi. En í raun og viðkomandi fer þá inn í netbankann sinn og framkvæmir sjálfur erlendar greiðslur til þess að fjárfesta í þessum rafmyndum, en í raun og veru var þetta falskur sjóður og viðkomandi var búinn að setja alla peningana sína í þetta og þetta voru næstu 10 milljónir. Þannig að þarna eru ótrúlega stóra fjárhæðir. En þá ágætt að hugsa og vera svolítið raunsær. Þegar ég búin að vera alla ævina mína að vinna, safna mér í sjóð og eiga fyrir eldri árunum af því mér langar að njóta lífsins og fara á ferðast eða kaupa mér góða eign eða góða hluti inn á heimili sem aðstoða mig. Ég þá bara til í það að fara að taka þátt í einhverjum fjárfestingum sem ég finn á Facebook og senda alla peningana mína sem ég er búin að eyða allir í ævinni að safna. Það sem svo mikilvægt fyrir okkur öll að við séum ekki að taka þátt í hlutum sem að við höfum ekki þekkingu á og höfum aldrei gert áður og sérstaklega þegar kemur að svona flóknum fjármálagerningum þar sem að við höfum hætti á að tapa öllum peningunum okkar. Og það bara ofsalega erfitt og leiðilegt þegar maður eiga samtöl við fólk og bara það sem að fólk bara miður sín yfir því að það bara allir peningarnir þeirra farnir. Og ég get alveg sagt ykkur það að þegar við erum komin í þessi fjárfestingasvik eða símtalasvik og í mörgum tilvikum eru fjárfestingasvikin þannig að þeim fylgja símtöl og í framhaldinu að þá viðkomandi beðin að hlaða þessum yfirtökuforritum inn á tækið sitt að þeir svífast einskis, þeir fara bara inn í netbankann og þegar þeir eru með upplýsingar á rafrænu skilríkinu og aðgang að tæki viðkomandi að þá eru þeir bara að svífast einskis. Þeir hreinsa út af reikningunum, þeir jafnvel stofna til skuldbindinga, taka aukalán, þeir hækka kreditkortaheimildir eða yfirdráttarheimildir og ekki nóg með það að þá höfum við dæmi það þar sem að þeir meira segja nýskrá sig hjá öðru fjármálafyrirtæki hér á Íslandi sem að þeir eru ekki viðskiptanir í og stofna til skuldbindinga þar. Þannig að fólk kemur oft bara út stóra mínus í þessu máli. Og þess vegna bara svo lykilatriðið sem að fólk verður alltaf að hugsa, ég til í að taka þátt í einhverju sem ég bara þekki ekki neitt. Og það af því að það bara einhver aðili sem að hringir í mig, talar erlend tungumál og bara að reyna að bjóða mér eitthvað sem að of gott til að vera satt. Af því að það bara þannig, ef þetta of gott til að vera satt, þá þetta bara aldrei satt. En eins og þessum dæmum sem þú setur upp, fólk þá ekki að lesa fréttirnar? Mér finnst þetta meira þess að bara uppsetningin á fyrirsögninni alveg svona, stórt rautt flagg. Ég alveg sammála því en það virðist vera að bara, það eitthvað svona forvitni sem vaknar, bara við að sjá þessar auglýsingar og þegar þeir fara í greinarnar að þá koma kannski einhverjir hlekkir og auglýsingar inn í þessu. Og eins með þetta, að ég með nokkur dæmi það að fólk hefur smellt á auglýsingar með Elon Musk og ég átti eitt samtal við einstakling sem að hafði áður verið fórnarlamb svika og þessi einstaklingur, hann hafði tapað fjármunum nokkrum mánuðum áður og síðan flaggar þessi einstaklingur aftur og ég sé þarna að það rosalega mikið af færslum og kortum viðkomandi í rafmyntafyrirtækjum og ég hugsa með mér, góður, þessi einstaklingur komin einhverja klemmu aftur og þessi einstaklingur fæddur 1940 eitthvað og ég hringi strax í viðkomandi og spyr, bíddu nú við, hvað að gerast hjá þér? Ég sé það mjög mikið af rafmyntafærslum á kortinu þínum og þá segir viðkomandi, veistu það, ég bara svo miður minn yfir hvað ég tapaði miklum peningum í svikum í sumar og ég sá þarna tækifæri hjá Elon Musk og Tesla að fjárfesta á Facebook að ég ákvað bara að grípa tækifærið og ég mun græða rosalega mikið. Og ég bara tók fyrir andliti og ég hugsaði bara guð mig góður og sagði viðkomandi, veistu það, nú ertu bara aftur fallin í gryfju svikara. Og ég fór að skoða það eins og hvað hafði verið í gangi og sé þá að það kemur önnur greiðsla frá öðrum einstaklingi sem fæddur 1970 eitthvað og ég hugsaði með mér, bíddu nú við, þarna
íslenskur aðili fæddur 1970 eitthvað og það greiðslur á milli þessara tveggja einstaklinga, bara hvað ætli sé í gangi. Og ég fer að skoða hinn einstaklingina því að hann var viðskiptavinur hjá okkur og fer að athuga og rannsaka og sé þá líka rafmyntagreiðslur hjá þessum aðila. Þannig ég hugsa, ég ætla bara að hringja í hann og spyrja hvað í gangi til að þreifa fyrir mér. Og þegar ég fer að þreifa fyrir mér þá fer hann að segja við mig strax: heyrðu, ég bara sá hérna auglýsingu á Facebook og ég var bara að fjárfesta í Tesla og Elon Musk og ég bara, oh my, hann er bara í sömu svikagrefju og þessi hinn einstaklingur. Og þá fer ég að spyrja, af hverju ertu á milli fyrir hérna annan einstakling? Og þá segir hann, já, þetta er hérna starfsmaður Seðlabanka sem er að hjálpa mér að koma peningunum út. Og ég var bara, ok, í fyrsta lagi, þetta var einstaklingur fæddur 1940 eitthvað, þannig að hann átti náttúrulega að vera komin á eftirlaun og í öðru lagi, ég get lofað ykkur því og ég veit að ég yrði rekin að starfsmenn fjármálafyrirtækja hjálpa viðskiptavinum aldrei með sínum persónlegu reikningum og koma peningum eitthvað. Það er bara, maður þarf svolítið að beita heilbrigðisskynsemi hérna. En þetta eru bara eitt af fáum dæmum og ég geti setið hérna í allan dag og sagt ykkur ótrúlegustu sögur af þessu. Því að þetta er bæði frá því að vera svona auglýsingar sem við myndum halda að líta mjög ótrúverðigar út upp í það að vera bara mjög flottar heimasíður hjá erlendum sjóðum út í heimi sem eru svo bara svika fyrirtæki sem eru búin að búa til mjög fullkomnar heimasíður og eru með þá reynda miðlara sem eru þá annarkvort hafa verið starfsmenn fjármálafyrirtæki eða annað sem að fá bara fólk til þess að fjárfesta í einhverju sem er svo ekki til. Og það sem að þeir halda þá að þeir séu að fjárfesta jafnvel í hlutabréfum á Bandaríkjamarkaði en svo reynist þetta að vera bara svika fjárfestingasjóðir sem er búin að blekkja þær í þessar fjárfestingar. Þannig að það eru til alldæmi þetta og þess vegna er bara svo mikilvægt ef við höfum aldrei gert þetta þá eigum við bara ekkert að vera að gera þetta því að það er svo mikil hætta á við töpum peningunum. Ef við höfum þekkingu á fjármálamarkaðinum og annað að þá er bara svo mikilvægt að leita sér upplýsinga og kanna bakgrunn fyrirtækjanna og bara tryggja það að þessi geti verið eitthvað eðlilegt í gangi. Og það eru bara til margar leiðir til þess að kynna sér slíkar upplýsingar. Það er nú bara svo les. En eins og mér, sko, þetta sem á að vera devafrétt er nú að minnstakosti á íslensku. Já. En þetta, þarna bakvið, sko, ef að fólk bara klárar að lesa fyrirsögnina, þá er seinni helmingurinn algjörlega út í lofti með að við allt sem við vitum Elon Musk. Þannig að það strax ætti að vera bara, nei, ok, þetta er greinilega svona fake news. En er það hluti af vandanum að fólk er bara ekki læst á lengur? Hvað er raunverulegur fréttaflutningur og raunveruleg söluvara? Ég held að sé bara allir gangur á því út af því að þær eru að sjálfsögðu, við höfum séð margar tegundir af þessum fréttum og þær eru misgóðar en flestar þessar fréttir sem við erum að veiða upp á Facebook að þær eru ekki góðar og þá er oft verið að reyna að leita kannski til fólk sem hefur ekki mikla þekkingu á markanum til að láta þá frestast til þess að falla fyrir þessu. Og í langflestum tilvikum er þetta þannig að þú smellir á fréttina og þar kemur einhvers konar gylliboð og til þess að fræðast meira það þá átt að setja símanúmerið þitt og svo hringir einhver einstaklingur í þig sem er þrautþjálfaður í því að blekkja þig í þá leið að þú sért að fara að tapa einhverju miklu peningum. Og þetta er bara fólk sem hefur bara einbeita brotavilja að stela öllum peningunum þínum. Og það er alveg svakalega leiðilegt. En svo höfum við náttúrulega líka heyrt að þetta séu bara símaver út í heimi og að fólki sem er að hringja er jafnvel fólk sem er í nauð eða í einhvers konar vinnumansali sem er neytt til þess að taka þátt í þessu. Það er svona bíómynda hugmyndin allavega. Og það sem við sjáum í bíómyndum eru bara oft raunveruleikin hér á bakvið líka. Það er nefnilega málið, sko. Einu sinni fékk ég svona símtal og ég var náttúrulega bara sjúklega spennt þegar ég fékk þetta símtala því ég vissi náttúrulega. Og þið vitið að besta svikavörnin við þessum símtalasvikum er basically að tala við þá og grilla við þá í símann. Og ég sagði við hennar svikara að ég væri starfsmaður í verslun og ég væri bara ekki við tölvu og ég kæmist ekki í tölvu fyrir seinna. Þannig að hann hringdi mig aftur og spurði mig hvort ég væri við tölvu og ég var svona að reyna að veiða á athuga hvað væri að gerast. En þegar í upphafi símtalsins að það hringdi aðili í mig og það virtist vera eins og hann væri í einhverju símaveri. Og af því að ég virtist vera svona ætlað fórnarlamb að þá var mér símtali fært til annars aðila sem var engin læti í kringum.
Og ég fór eitthvað svona að segja mér þess að áður en að símtalið var fært og ég sagði við það, okkur svona mikið læti í kringu þið, bara hvað er þetta eiginlega? Og þá sagði hann, já það að ég fyrirgefði það er samstagsfélagi mín á afmæli og þannig að þú veist, þeir breyta alls konar blekkingum í þetta. Og en svo var ég færð til þess annar aðila sem ætlaði nú að fara að segja mig frá einhverjum alls konar hlutabréfum og rafmyntum sem að ég átti að vera spennt fyrir. En svo var þetta orðið svo mikið áreiti að ég ákvað bara að hætta og segja henni bara, já, ég vinn hérna sem sérfræðingur í svikum hjá banka, nennir að hætta að tala við mig. Ég bara, þú ert ekki að fara að fá neitt út um mér. Og ég hef ekki fengið símtal síðan. Fékkstu eitthvað viðbrögð við því þegar þú sagðir það? Nei, þá ætlaði hann eitthvað að fara að reyna að rökraða við mig, sko, bara ég er ekkert svikari og eitthvað svona, sko. Ég sagði bara, ég verð ekki að þessu og svo skellti ég bara á hann. Þannig að þeir, þú veist, að því að þeir fá örugglega líka bara bónus af því sem að þeir ná að plata af fólki. Þannig nú það. En svo erum við með netverslunina og af því að við vorum nú að ræða þessa netverslunadaga sem hafa verið undanfarið eins og dagur einhleypra og svarti föstudagur og hvað þetta heitir allt saman, að þá er svo ótrúlega mikilvægt að við, þegar við erum að versla á netinu, að við bara könnum bakgrunn þeirra netverslana sem við erum að versla við og ef við höfum ekki verslað við þær áður þá þurfum við aðeins að skoða hvað er og það eru til ýmsar síður sem að við getum nýtt okkur til þess og til dæmis er síða sem heitir scamadvisor.com sem að við getum flett upp og skoða og þú gefur okkur svona riskor og líka bara létt Google getur bara svona létt leita Google eða öðrum leitavélum að þá er oft bara ef þetta eru svikasíður að þá yfirleitt dettur maður strax inn á einhverja umræður þessar síður ef þetta eru svikasíður. En mikilvægast að í þessu öllu saman er að þegar við erum að versla við séum að nota örugga greiðslusíður og greiðum í gegnum þær. Ég var til dæmis að versla með vöru hjá netverslun núna í vikunni, bara íslenskri netverslun og þar hafði ég valmöguleika að versla að borga með kortinu mínu eða borga með millifærslu og ég valdi að borga með kortinu mínu af því að ef ég er að millifæra að þá hef ég enga endurheimt á greiðsluna eða þá hef tækifæri á að skoða og tryggja að ég sé að greiða rétta fjárhæð. Því að ef ég er að greiða með kortinu mínu að þá fæ ég staðfestingu í rafrænu skilríkjunum mínum og get þá skoðað hver er kaupmaðurinn, hver er fjárhæðin og hver er gjaldmiðillinn sem ég er að borga. Og ef ég fæ svo ekki afhenta vöruna þá er hægt að gera endurkröfu hjá endurkröfum við bankana eða kortafyrirtækjana. En það sem er náttúrulega allra mikilvægast í þessu öllu er að þegar við fáum auðkenningarnar til okkar að við lesum það sem er í gangi. Og ég er með eina dæmisögu sem ég segja alltaf að því að stundum er ég að reyna að vera áhrifavaldur og set eða aðalega inn á Instagram story hjá mér og er að svona vara vini mína við þeim hættum sem er í gangi. Að fólk þurfa að lesa auðkenningarnar og passa sig og svo framvegis. Og bara það maður aðstofar einn þá er maður bara, þá er ég ánægð. Nema bara hvað, einn daginn að þá fæ ég skilaboð frá vinkonu minni og hún segir við mig, Brynja, ég var að panta mér á netinu og svo fekk ég skilaboð frá DHL og ég smelti á hlekkin og setti kortaupplýsingarnar mínar inn. En svo þegar ég fekk auðkenninguna að það var eitthvað skrítið með fjárhæðina og gjaldmiðlinn og ég sagði bara, en ég samþykkti ekki og ég sagði bara, býtu, hvað vel gert þér að taka eftir þessu, já. Og þá sagði hann, já, þú ert alltaf eitthvað að tala þetta á Instagram og eitthvað og ég sagði bara, yes, successful. Nema bara hvað, að ég bað hana sem sagt að senda mér skjámynd að þessu og þetta var á þeim tímum þegar við þurftum að samþykkja greiðslur út frá SMS-i, hann hún átti auðkenninguna í SMS-i. Og hún sendi mér skjámyndin af þessu og þá sáum við það að hún var sem sagt að samþykkja 1500 SAR sem er Saudi Arabian Riyadh og þegar við umreiknum það í íslenska krónur að ef hún hefði samþykkt þessa greiðslu þá hefði hún samþykkt 120.000 á kortinu sínu en ekki 1500 krónur íslenskar. Þannig að það skiptir svo miklu máli ekki bara skoða kaupmanninn og fjárhæðina heldur þurfum við að skoða gjaldmiðilinn líka. Þannig að þetta er gríðarlega mikið og ef við höfum farið inn á netverslun þar sem við sjáum það að við fáum ekki rétta fjárhæð og kaupmaðurinn er grunsamlegur og við komumst að því að þetta eru svikasíður þá verðum við að það sem eins og ég sagði við hana, nú þarfst þú bara að loka kortinu þínu því að kortaupplýsingarnar þínar eru komnar í hendur svikara og þá lokum við kortinu þínu og opnum nýtt kort fyrir þig. Það er nú þannig.
Og talandi þá að við séum að lesa auðkenningar í rafrænu skilríkjum, af því að við erum farin að nota rafrænu skilríkin okkar alveg ótrúlega mikið, að það er svo mikilvægt að við umgöngumst þau af virðingu. Og þegar við erum að nota rafrænu skilríkin okkar, að þá þurfum við að passa okkur á því að við erum ekki að samþykkja neinar auðkenningar í hugsunarleysi og bara samþykkja þegar við sannarlega sjálf erum að nota rafrænu skilríkin okkar. Því að rafrænu skilríkin okkar, þau veita aðgang á öllum okkar persónulegustu upplýsingar. Við erum að nota þau í netbankan okkar, við erum að nota á Heilsuveru og Ísland.is og Skatturinn.is, þar sem að allar okkar dýrmætustu persónuupplýsingar eru. En svo það náttúrulega líka þannig að það eru margar þjónustusíður og þegar við erum að samþykkja greiðslur að þá erum við líka að nota rafrænu skilríkin okkar og ég var nú bara daginn að panta mér úr hjá Elko og ég þurfti að skrá mig inn á síðuna hjá þeim með rafrænu skilríkin til að geta panta úrið af því að það var ekki til í búðinni. Og af því að við erum farin að nota rafrænu skilríkin okkar svo ótrúlega mikið að þá náttúrulega bara meiri hætta á því að við séum í fljótfærni jafnvel að samþykkja auðkenningu í hugsunarleysi. Og þess vegna þurfum við bara mikilvægast af öllu að lesa alltaf þá auðkenningu sem kemur hverju sinni. Og ef það til dæmis í boði að bera saman hennar 4 stafa öryggiskóða sem til dæmis við innskáningum á mörgum síðum, að nýta þau öryggisatriði sem eru til staðar. Það svo ótrúlega mikilvægt. Síðan þurfum við alltaf að koma inn á ástarsvikin og það nú bara oft þannig að það eru aðilar sem eru að falla fyrir þessum svikunum sem að þykjast vera ástfanginir á okkur. Og það nú bara oft þannig að þú veist, og algjörlega eðlilegt með það, ég tala nú ekki um það að við erum nýbúin að ganga í gegnum stóra tíma sem við erum löngu að hætta að tala um, sem við köllum COVID, en við nefnum ekki á nafn. Og það náttúrulega bara mátti fólk ekki hittast og ósköp eðlilegt að bara hvort sem það COVID eða ekki að fólk sé að fara á stefnumótaforrit og kynnast fólki og annað. En svo verðum við bara alltaf að hafa á bak við eyrað. Það eru þarna einstaklingar sem að hafa einbeittan brotavilja að stela peningunum okkar og þykjast vera rosalega ástfangin á okkur og vilja gera allt fyrir okkur og ætla svo bara að koma og elska okkur rosalega mikið og flytja til okkar. Nema bara hvað, að það oft bara skemmtilegt þegar að koma svona fréttir og ég hugsa bara alltaf þegar ég sé fréttir að ég get nýtt mér til fræðslu svona til að setja okkur aðeins inn í raunveruleikann. En það kom þetta frétt snemma á árinu þar sem að var verið að segja frá konum á Spáni sem að höfðu fallið fyrir honum Brad Pitt á einhverju stefnumótaforriti. Og þær eru náttúrulega rosalega ástfangnar af Brad Pitt enda mjög huggulegu maður og þær trúðu því bara að hann væri skotin í sér og síðan bara veiktist hann með krabbamein og það þurfti að borga fyrir hann sjúkrahúskostnað því að hann gat það ekki sjálfur og þær voru búin að greiða þarna stóra fjárhæðir. En svo fóru að grenna á þær 2 grímur þegar allt í einu fóru að birtast myndir á Instagram-reikningnum hans þar sem hann var á rauða dreglinum með kærustunni sinni. Og þá föttuðu þær að þær voru hugsanlega ekki að tala við Brad Pitt. En þetta nú bara svona svolítið óraunverulegt dæmi sem svolítið gott að setja sig í spor að ef maður kynnist einhverjum aðila á stefnumótaforriti eða samfélagsmiðlum þar sem að einhver verður rosalega ástfanginn af þér að svo allt í einu bara fer einhverju hlutir að gerast af því hann ætlar að flytja til þín en hann á ekki fyrir flugmiðanum og svo bara þegar hann á leiðinni þá bara veikist hann og þú ert að borga sjúkrahúskostnað og svo bara millilendir hann í einhverju landi og hann bara fastur þar og þú ert að fara að borga hótelkostnað eða annað. Þú veist, þú bara til í að það einhver aðili þarna út í heimi sem að segist þér ástfangin að því, ertu bara alltaf til í að fara að senda honum alla peningana þína af því að hann þykist alltaf að koma til þín. Það líka svona sem að þarf að segja þessu að vera svolítið raunsær bara og hugsa út í það bara, ég bara tilbúin að borga fyrir einhvern aðila sem ég hef aldrei hitt og sérstaklega þegar við erum komin á þessa tíma hjá það sem að vera með gervigreind og annað, það sem að þetta að búa til jafnvel samtöl á internetinu í gegnum FaceTime og annað, það sem að þú heldur að sérst að tala við einhverja mannesku en hún kannski bara búin til í tölvu. Það líka það sem við erum að hafa hætti á því. Það nefnilega málið. Þannig að maður verður alltaf að koma aðeins inn á þetta. En svona rétt í lokin að þá langar mig að segja frá ykkur því að við erum núna komið með í appið hjá okkur í Landsbankanum að þar getur fólk farið inn undir hvert og eitt kort og stýrt svolítið áhættinu á kortinu sínu. Og ef ég til dæmis, sem ég búin að gera, ég fer til dæmis aldrei í hraðbanka því ég noti ekki reiðufé. Og það ekki að því að reiðufé eitthvað hættulegra en annað, en það bara því að mér finnst bara ekki töff að nota peninga, ég vil bara nota kortið mín og tek þess vegna aldrei. Þá get ég bara slaufa þessum sleða til vinstri
og þá ég bara búin að loka fyrir þann möguleika þess að taka út úr hraðbanka af kortinu mínu. Þannig að ef að kortinu mínu stolið og einhver veit PIN-númerið mitt, þá þarf ekki hægt að taka út af því. Síðan, ef ég til dæmis versla aldrei í netverslun eða ég noti ekki kortið mitt erlendis, þá get ég líka lokað fyrir þann möguleika, en með einföldum hætti get ég þá bara skráð mig aftur inn í netbankan og opna fyrir þennan möguleika aftur. Og þá kemur að því, hvað svo mikilvægt fyrir okkur að ástæðan fyrir ég tala svona bara við ykkur tegundir svika að við séum meðvituð það sem í gangi og við getum kynnt þessa hluti fyrir okkar nánustu, hvort það séu eldri foreldrar eða börnin okkar eða annað, að ef að þið eru með fjármál einstaklinga eða vitið þann sem að gæti verið átt hættu á þessu, að þá getur þetta verið svona auka öryggi fyrir börnin eða fullorðna foreldra eða einstaklinga sem að þeirra annast að loka fyrir þessa möguleika í kortunum. Og það því að við erum að tala kort, að þá höfum við séð dæmi það að þegar PIN-númerin eru geymd hjá kortunum, hvort sem að það sé bara í veskjum einstaklinga eða kannski fólk sem að býr á hjúkrunarheimili eða í þjónustuíbúðum, að það geymir kortin sín og með PIN-númerin hjá, að þá hefur bæði kannski einstaklingur sem kemur inn á götunni, komist inn í herbyggi, stolið kortunum og PIN-númerin og náða að taka út á kortunum, og það hefur jafnvel verið kannski, það hefur komið fyrir að starfsmaður á stofnun hefur farið, tekið kort með PIN-númeri, farið í hraðbanka, tekið út af því og svo bara skila kortinu aftur og svo jafnvel kemst þetta ekki upp eða þá að það kemst ekki upp fyrir löngu seinna þegar ættingjar eru að fara kannski yfir fjármálin bara hvað varði með alla peningana sem var á kortinu og þess vegna skiptir þetta alveg ótrúlega máli og ég get alveg sagt ykkur það að ég fer mjög reglulega heim til foreldra minna til að segja þeim bara vitið hvað kom fyrir í dag, ég var að vinna svona og svona og svona mál. Nema bara hvað, að í eitt skipti þá hafði komið fyrir að einstaklingur hafði lent í því erlendis að það var stolið veskinu og þjófinum tókst að taka mjög háar fjárhæðir út af kortinu því að PIN-númerið hafði verið geymt með í veskinu. Og ég hugsaði bara, ok, ég gruna hana móður mína til að jafnvel stund vera með PIN-númerið í veskinu sínu. Þannig að ég var heim hjá henni og við vorum akkurat að fara að útrétta þennan dag og ég segi við hana, mamma, ertu nokkuð með PIN-númerið í veskinu? Og það kemur svona skrítin svipur á hana, nei, ég ekki með það. Ég bara, mamma, ég trúi þér ekki. Og hún bara, ég ekkert með PIN-númerið í veskinu. Ég sagði bara, mamma, ég fer ekki með þér út fyrir nú sýnir með veskið þitt, ég trúi þér ekki. Heyrðu, svo dregur hún upp seðlaveskið sitt og hún er með svona gulan post-it miða í veskinu sínu með 4 stafa númeri. Og ég var bara, mamma, í alvörunni, hvað þetta að gera? Hún bara, fólk veit ekkert hvað það er. Ég sagði, hvað heldur að fólk haldi að 4 stafa númer og post-it miða hjá kortunum sé uppskrift eða? Þetta bara svona áminning fyrir alla að við þurfum að huga að fólkinu í kringum okkar því að PIN-númerin eru okkar öryggisvinkil á kortunum og þau eiga ekki að geyma. Af því ef að kortinu stolið og það tekið út af því hvort sem í hraðbanka eða hjá söluaðila með PIN-númeri að þá eru við ábyrg á færslunum af því við berum ábyrgð á PIN-númerinu okkar. Þá þessar ræðulokið. Hún er mér hjartansmál. Nema bara hvað líka að við erum með í appinu að ef að við verðum vör við það að við séum að verða fyrir svikum eða eitthvað við hefum samþykkt einhvers konar auðkenningar og eitthvað kemst inn í netbanka að þá getum við skráð okkur inn í appið og undir stillingum neyðarlokun og þarna bara neyðarhnappur þar sem að við þessa framkvæmd að ef við gerum þessa neyðarlokun að það lokast öll kort, það lokast netbankin og það kemst enginn inn í netbankan nema starfsmaður Landsbankans opni aftur fyrir. Þannig að þetta mjög góð leið til þess að bregðast hratt við til að loka fyrir allt. Við vorum með svona smá könnun fyrir allan daginn og sendum þennan tölvupóst að alla viðskiptavinni, hún líka aðgengileg inn á heimasíðu Landsbankans og þar getum við farið í smá próf og undir í þessu prófi þá eru myndir bæði af raunverulegum tölvupóstum og SMS-um og líka þeim sem eru ekki raunveruleg og þá getum við svolítið svona tekið próf, þekki ég svikapóstana frá þeim sem eru ekki svikapóstar. Þannig ég hvet alla til að fara inn á heimasíðu Landsbankans og kanna hvort að þið séu snjallari en svikarinn. Svona bara rétt að lokum að þá erum við líka með mjög mikið fræðsluefni inn á heimasíðin okkar undir Landsbankinn/netöryggi og þar ýmsar greinar og myndefni sem að við getum skoðað þær tegundir svika sem og þær hættur sem í gangi. Síðan erum við líka með undir landsbankin.is/netöryggi og þar getum við farið fengið allar upplýsingar það að ef við verðum fyrir svikum, hvað áttu að gera. Það fyrsta sem að fólk á alltaf að gera að hringja í sinn viðskiptabanka. Landsbankinn svarar alltaf í
aðalnúmerið sitt 410 4000 og svo erum við með tölvupóst sem heitir svikavakt@landsbankinn. Við erum með starfsmann á vakt frá 9 til 11 á kvöldin alla daga vikunar og utan þess tíma þá áframsendist símtali sjálfkrafa til kortafyrirtækisins sem hefur þá leiðbeiningar ef er innbrot í netbanka eða aðstoðar fólk ef kortasvik er að ræða. Þannig að við hvetjum alltaf fólk til að hafa samband eins fljótt og hægt því að tíminn getur skipt líka gríðarlegu máli ef að peningar hafa farið út af reikningnum. En þá það ekki meira, en það alltaf þessi lokasetning að í öllu þessum netheimum að þá erum við alltaf að hafa á baku eyra ef að hlutirnir eru of góðir til að vera sannir. Þá það bara yfirleitt þannig að þeir eru ekki sannir. Takk kærlega fyrir. Þetta svo mikið að meðtaka. Ég veit varla hvar ég á að byrja, sko. Og ég hélt ég væri nú þokkalega meðvituð, sko. En það rosalega margt nýtt í þessu. Já, og þetta bara, og ég get alveg sagt ykkur það að ég búin að vera sveitt í allan morgun. Að vera að vinna undan svikum og bæði út af skattasvikapósti og svo voru líka í fréttunum á RÚV í gærkvöldi upplýsingar svona falskar netverslunarssíður, þannig að margir viðskiptavinir búin að vera að hafa samband við okkur í kjölfar þess. Já, ég sá það og þar var búið að gera svona fallega baksögu og eitthvað svona og ég hugsaði mitt, ég hef smellt á auglýsingu á Instagram og pantaði eitthvað. Og svo leið óvenju langur tími og ég hugsaði svona, ætli þetta hafi bara verið svindl. Já. En svo kom varan seint og síðar meir, en ég hugsaði mitt bara, ég hefði ekki átt að gera þetta. En mér langaði að spyrja þig út í bara svona alveg í blálogin, ég veit að við erum fallnar á tíma, en eitt sem að ég hef orðið vör við núna alveg nýlega eru skilaboð á Instagram, þar sem að fólk kannski eða að þykjast vera á stríðshrjáðu svæði og að biðja framlög í gegnum Instagram eða í gegnum svona fjáröflunar síðu. Það eitthvað sem að þið hafið séð? Sko, við höfum ekki séð mikið af svikum í tengslu við það, en alltaf fengið ákveðnar ábendingar þetta. Og þetta náttúrulega undir hverjum að einum komið sem að vill styrkja, því að það náttúrulega bara frábært ef að fólk vill styrkja aðila sem í stríðshrjáðum löndum, en fólk verður þá líka að hafa huga á bakvið það að ég til í að fara í gegnum óþekkta Instagram síðu eða auglýsingar sem að ég hafa engan bakgrunn eða ég get ekki kynnt mér neitt í staðinn fyrir að fara kannski í gegnum þekkt hjálparsamtök eða annað. Og það bara eitthvað sem að fólk verður að mynda sér skoðun sjálft með upp á hversu vel það þekkir þessa síðu eða þessar auglýsingar sem eru að auglýsa. Ég persónulega, ég pínust dálítið lítið á mínu starfi, verð ég að viðurkenna, en ég tek til dæmis ekki þátt í neinu slíku af því að ég treysti því ekki, af því að ég get ekki rannsakað það nægilega vel. En það þýðir ekki endilega að þetta séu allt svikasíður, en ég kýs frekar að fara í gegnum viðurkennd hjálparsamtök eða aðrar viðurkenndar sölur. Ég kaupi alla neyðarkalla og alla glossa og S.A. Alva og það sem verið að selja, en ég til dæmis tek ekki þátt í neinum svona netsíðum þegar ég þekki ekki eða jafnvel, ég meira þess að það erfið að ég tek ekki þátt í símasölu, sko. En það bara ég persónulega. En þetta svona, af því allt í einu fór þetta svona hrúast inn hjá mér, ég yfirleitt mjög fljóta að blokka og loka á og svona, en þarna einhvern veginn verið að spila á, sko, bara það við höfum það gott og við vitum að í ákveðnum stöðum í heiminum hefur fólk það ekki gott og ég hugsaði strax bara að þetta eru bottar, en þetta eru þá bottar með svona glettilega góða tilfinningagreind, af því það alveg bara hérna eru börnin mín og þau eru veik og Akkurat. Og þú veist, Ísrael þetta og hitt og la og maður bara, þú veist. Og ég átti samtal við einstakling sem að akkurat tekur þátt í svona, eða tók þátt í þessu og var að senda lágar fjárhæðir reglulega til, hvort það var ekki Palestína, og ég átti samtal við hana því mér fannst þetta ekki líta út raunverulega. Og viðkomandi sagði, já, ég búin að bara tala við hann í síma og ég búin að eiga samskipti og myndsímtöl og annað og ég sagði, ok, nú verður þú bara að vera svolítið raunsær.
þú verður að hugsa, þú veist, viðkomandi í stríðshrjáðu landi, hefur hann aðgang að síma, getur hann gert þessa hluti og þá út frá þeim upplýsingum verður þú sjálfur að taka ákvörðun það hvort þú vilji styrkja viðkomandi. Og hafa það í huga, það eru mjög margir sem að nýta hópa sem eru, þú veist, undir þessum kringumstæðum til að í hagnaðarskyni. Þannig að, þú veist, það er líka það sem að verður bara alltaf að hafa bak við eyrað. Og þess vegna segi ég, þú veist, ég tek þátt í svona viðurkenndum starfsemi, ekki öðru. Akkurat. Mér finnst þetta bara svo fullkomlega hræðileg tilhugsun og einmitt bara hvað þetta er orðið, já, en takk fyrir. Ég að fara að senda rosalega mörgum þennan fyrirlestur og bara hvetja fólk til að horfa og hlusta og kærar þakkir og núna líka getur þú sendt þessa upptöku ef þú vilt. Já. Skilurðu, geturðu bent fólki á, já, einhverjir að senda okkur hjörtu. Það er alltaf Já. einhverjir sem eru bara að hlusta en hafa ekki tök á að taka þátt í umræðunum. En það sem að við erum alveg komin fram yfir þennan hádegistíma sem við ætlum bara að hafa fræðslunni í, þá þakka ég bara kærlega fyrir, Brynja. Þetta Já, var ótrúlega áhugavert. Takk fyrir boðið og gaman að vera með ykkur. Bless, bless. Bless, bless.